og númer 6 Jón Gísli Eyland Gíslason heldur sæti sínu sem hafsend. Það vekur athygli mína allavega. Ingi Þór Sigurðsson kemur inn fyrir Hauk. Bara svo kannski í grípi. Já, gjör svo vel. Pontus meiddist í síðasta leik og þá ég heyrði hér í Jóni fyrir leik að hann er bara ekki búinn að jafna sig, þannig að það er væntanlega ástæðan fyrir okkur að hann kemur ekki inn í Já, akkurat, en það sem kannski vakti athygli mína var að maður horfir á þessa 4 manna varnarlínu. Það eru 4 bakverðir. Já, það er mjög undarlegt. Það er sko algengar að sjá 4 hafsenda í varnarlínu en ekki 4 bakverðir, það er mjög sjaldgæft. Ingi Þór Sigurðsson nummer 8 kemur inn fyrir Hauk Andra sem er í landsliðsverkefni U19. Nummer 9 Viktor Jónsson, nummer 10 Steinar Þorsteinsson, nummer 17 Gísli Laxdal Unnarsson, nummer 20 Indriði Áki Þorláksson og nummer 88 er fyrirliðinn Arnór Smárásson. Hjá Njarðvík er í markinu Valid Birru Esafi. Númer 2 er Alex Bergmann Arnarsson, númer 3 Sigurður Már Markusson, númer 4 Óskar Atli Magnússon, númer 6 Gísli Martin Sigurðsson, númer 7 João Ananias Jordão Jr, númer 8 Kenneth Hogg, númer 9 er fyrirliðinn Omar Diuk, númer 11 er Rafael Alexandre Romao Victor, númer 14 Oliver James Kellart Torres og númer 24 Hreggviður Hermannsson. Já, þarna náttúrulega náttúrulega þeir hafa orðið fyrir skakkafullum líka í byrjunarliði sínu og er ekki með aðalmarkvörð sinn hér í dag út af hann er í banni og það er nokkuð undarlegt að hann er í annað sinn að hann fekk sitt annað rauðaspjald núna daginn, hann var nýkominn úr banni fyrir eina einkennilegustu atburðarás sem ég hef séð á fótboltavelli í sumar þegar Njarðvík mætti Vestra fyrir vestan. Alveg rétt. Þá var það markmaðurinn Blackhala, hann hljóp, var komin langt bara nærri miðlínu nánast. Það var svona við miðum vallarhelmingi síðsliðs. Boltinn kemur hátt og hann ákvaði að grípa. Alveg rétt. Og ég hef aldrei, ég veit, það er eitthvað panik ástand sem hefur gripið hann þarna en þetta er það undarlegasta sem ég hef séð í sumar. Og jafnvel þó þú myndir víkka þann tímaramma eitthvað út. En hér sjáum við liðin koma inn á völlin, leitt áfram af dómara leiksins, Gunnar Oddur Hafliðason og aðstoðardómarar Þórður Arnar Árnason og Smári Stefánsson. Og gera ráð fyrir kannski megninu af áhorfendum í brekkuna í dag. Já, það er spurning hvernig verður mætt í dag. Þetta er ansi hreint erfiður tími til þess að fá fólk á völlin. Föstudagur í júlí. Já, maður ansi margir á leið út úr bænum. Og ekki bara þessum bæ, heldur öðrum bæjum líka. Þannig að maður spyr sig hvort að mögulega sé ekki verið skynsemi að spila þetta kannski á 50 dögum eða menn ætla að fá einhverja völlin. Já, þetta er eins og voru að ræða hérna gárungar fyrir útsendingu var einmitt að þetta eru bæði lið af suðvesturhorninu að það myndi henta mun betur upp á einmitt að fá fleiri áhorfendur hásumar að þetta væri á 15. frekar en 1. Já, maður myndi halda það. Við sjáum að dómarinn les salinn og er með uppkastið þarna brekkumegin. En það er, eins og ég segi, 15 stiga hiti, 6 metra norðanátt, 6 metrar á sekundu hér og í rauninni völlurinn bara orðinn ansi glæsilegur að sjá. Og að vera fínasta veður undanfarna daga. Já. Við erum allavega hættir að tala völlin svona fyrir leik eins og við gerðum hérna ógjarnan fyrir tímabil. Það var nú óhjákvæmilegt að nefna hann fyrstu sinn en það er ekki yfir neina kvart í dag. Það er ekki, hér eru engar afsakanir. Nei, en Skagaliðið með 4 sigurleiki í röð eftir eins og sagði áðan brösugt gengi en það var
hann kom inn á það hérna daginn í útsendingunni þegar lék gegn Þór, Sverrir Mar Smárason, að það var aldrei neitt panikk í leikmannahópnum, í þjálfaraliðinu, í klúbnum einhvern veginn, þó að gengið hefði verið brösugt framan af tímabili. Nei, en ég get sagt þér það að það var léttara yfir Jóni núna hann mætir alltaf hér fyrir leiki og tilkynnir liðsuppstillinga fyrir hóp manna. Það var umtalsverður munur á honum núna og oft áður. Það er ansi létt enda eðlilegt þegar menn eru komnir með sjálfstraust og vinna leiki og skora mörk, þá verður allt mikið öðuldara bara. Það eru Njarðvíkingar sem hann byrja hérna á að pressa Díuk út á Gísla. Og leikir í náttúrulega verið stórkostleg skemmtun undanfarið. Já, ekki nokkuð spurning. Þórsleikurinn mitt alveg sérstaklega góður og eftirminnilegur fyrir marga hluti. Algjörlega og Þróttur. Já. En sem betur fyrir komu þessi leikir því leikur hér og Fjölnis skömmu áður var nú eitt sá leiðilegti sem leikinn hefur verið á Akranesvelli í ansi langa tíma. Þannig að þetta var kærkomið að fá þessa leiki. Algjörlega. Safi með langan bolta fram. Díuk sterkur hérna, Jóhannes í bakinn á honum. Frábærlega gert hjá Díuk og fellur síðan við eftir smá viðskipti við Arnór Smára. Dómarinn heitir hagnaði bara. Já, stendur upp í snarasta hogg. Á Gísla. Gísli lyftir þessu inn á teiginn. Þarna eru kannski vandræðin í hæðinni. Það er ef að liðin koma sér í fyrirgjafstöður. Þeir eru nú ekki háir í loftinu. Það vakti mitt athygli mína á Hlynur Sævar á bekknum. Við svo sem rendum ekki yfir varamannabekkina en Dino Hodzic er varamarkmaður, Hlynur Sævar, Ármann Ingi Finnbogason, Jóhannes Breki Harðarsson kemur inn í hópinn, Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson, Arnór Valur Ágústsson, Árni Salvar Harald Heimisson. Ingi gerir þetta vel, Arnleifur tekur við á honum, Arnleifur setur hann inn á teiginn og lítil vandræði, já, hann ákveður að taka þennan, alveg allt í góðu. Á bekkni á Njarðvík eru Þorsteinn Örn Bernharðsson, Lukman Hakim Samsudin, Viðar Már Ragnarsson, Magnús Magnússon, Kristófer Snær Jóhansson, Tómas Þórisson og Hilmir Vilberg Arnarsson. Arnór Valur Ágústsson þessi 2007 módel, líkt og Daniel Ingi sem er nýlega farinn. Já, og hann var nú í einhverjum yngri landsliðum í daginn, mann ekki, U16 líklega. Það er einmitt Skaga fólk í landsliðsverkefni núna. Sunna Rún Sigurðardóttir er með U16 í Svíþjóð, U16 kvenna, og Haukur Andri með U19 sem held ég að skottið er ekki að spila núna á sama tíma og þessi leikur er í gangi. Það var að Indri Skagamenn komnir á boltan. Hákon á Gísla. Gísli það hefur verið svona breyting á leik meðal annars við það að Gísli fer út á hægri kantinn. Já. En svo hann byrjaði þannig og var þannig lengst af leik og hér er Arnór Smárason með skot en ég held að helsta breytingin á liði IA frá því upphæðu mót sé innkoma Steinars Þorsteinssonar sem hefur verið bara leikmaður í liðinu síðan hann kom inn og ég veit ekki hvað þetta eru komin að marga stóðsendingar hjá honum. Þá kemur Gísli utan á, kemur boltanum fyrir markið, hann fleytist alveg yfir á Arnleifur síðan leggur hann út á Jóhannes Val sem er hérna í fyrirgjafa stöðu, lyftur hann inn á teiginn, Viktor fleytir honum áfram á Arnór sem er rangstæður. Og Steinar átti einmitt, það var rosalega útsjónarsemi sem hann sýndi í marki sem IA skoraði hér á móti Þór sem IA TV var með kosningu og það mark þar sem Haukur Andri skoraði gerði við líka stórkostlega og skoraði úr því. Það var mark júnimánaðar hjá okkur. Já. Algjörlega frábært mark. Steinar með 6 stóðsendingar
og 1 mark síðan hann kom inn í liðið. Byrjaði náttúrulega tímabilið meiddur og búinn að vera meiddur í allan vetur. Viktor Jónsson hins vegar markahæstur Skagamanna með 8 mörk og 1 stoðsendingu. Njarðvíkingar hérna að sækja, endar þessi ekki í hornspyrnu, jújú. Fínasta skot þarna frá Torres í varnarmann og aftur fyrir. Með derúna, menn þetta ég get alveg sagt þér það, Björn, að ef að IA hefur fengið að velja völlin þá var engin tilviljun að Skagamenn byrja að sækja í þessa átt, því að sólin mun fara neðar á heiminum og er mjög erfið hér, getur verið mjög erfið fyrir Safi í markinu hjá Njarðvík í seinna leik. Já. En þessi siglir bara aftur fyrir. Árni snöggur að koma þessu framvöllin. Þetta er of langt fyrir Gísla. Boltinn tilbaka á Safi sem að neglir honum fram á við. Arnleifur, skemmtilega móttöku þarna. Indriði aftur út á Arnleif. Indriði síðan inn á Arnór. Hákon fram á Gísla. Gísli kemur boltanum fyrir, aftur fer hann alveg yfir á Arnleif. Arnleifur síðan út í teiginn en Njarðvíkingar ekki neinum vandræði með þetta. Óskar Atli setur hann síðan út til vinstri. Viktor inn á miðjunni á Hogg. Hogg reynir sendinguna beint í Arnór. Steinar á Inga. Ingi gerir þetta vel, Ingi út á Gísla. Gísli síðan aftur á Inga sem tekur hlaupið upp að enda mörku. Semur boltanum fyrir markið og það er Viktor Jónsson að bjarga á línu og Viktor aftur í slána. Og þess inn á að reynsa þetta frá. Þetta var með ólíkindum að þessi hafi ekki endað inni. Þá koma Njarðvíkingar í hraðasókn. Indriði vinnur vel tilbaka hér. Óskar Atli reynir sendingunni gegn en þetta er eitthvað sem við þurfum að sjá aftur. Ótrúlegt að þessi hafi ekki endað í netinu. Það er með ólíkindum. Val missir þennan út af. Og þá kannski náum við að sjá aftur þessa atburðar á sérna. Virkilega vel gert hjá Inga. Já. Eitruð sending, Safi missir af honum Viktor með skot. Viktor þarf að sækja hann töluvert aftur fyrir sig. Þetta er ansi svekkjandi þess að ekki enda inni. Ansi magnað. En það er ekki bara það að Njarðvík er ekki með aðalmarkurinn sinni í dag. Ég held að ég sé ekki betur en að ekki rétti mér að Mark Ásland, fyrirliði liðsins, er ekki með í dag. Mér bárust þær sögur að hann væri hreinlega hættur í það. Það verður bara einhver að leiðrétta það. Já, ég vissi það ekki. Það eru stór fréttur í að Mark Ásland er náttúrulega búinn að vera greiðlega reynslu mikill leikmaður. Já, búinn að vera lengi með Njarðvíkingum. Já. Steinar á Inga, leggur hann til baka á Arnleif. Arnleifur aðþrengdur hérna. Junior. Það er ekki að kalla hann short out Junior, kannski. Já, hann Sval ákveður að losa hennan bara upp í svæðið. Njarðvík byrjaði, ef að Mark Ásland er hættur þá, en þau byrjuðu hérna mótið með 2 reynslumikla, bæði hann og Hogg er náttúrulega búinn að vera lengi líka og hann er þessi orðin 32 ára gamall eða svo, hefur verið ansi drjúgur fyrir á. Gísli í baráttunni með Díuk hérna, Díuk getur haldið boltanum vel. Boltan út á Gísla. Gísli nær ekki fyrirgjöfinni, tilbaka á Hogg. Hann kemur með fyrirgjöfina og það er Jón Gísli Eyland sem skallar þennan rétt framjá, eða ekki? Hann segir markspyrna á dómarinn. Mér fannst þess að boltinn hafi farið á Jóni. Já, var þetta... Það var Róma og Viktor sem átti þennan skalla. Svona við fyrstu sín virtist að vera Jón Gísli sem að skalla, en þessi bolti rétt fram hjá stönginni. Hvoru þeirra sem að tók hann. Það er einn annar leikur í
lengjudeild kalla á sama tíma og þessi. Það er Ægir sem tekur á móti toppliði Aftureldingar. Verðast ekki halda neinn bönd Aftureldingu á þessu tímabili, þennan fyrri hluta tímabils. Indriði stingur, þetta er kannski aðeins af mikið að flýta sér í þessar sendingar. Frábærsnúningur hérna, sendingin út á Gísla. Hogg með boltan inn að teiknum, Indriði er fyrir. Róma og Viktor fer í skotið! Þessi er framhjá. Njarðvíkingar að ná að ógna hérna. Já, þeir eru sprækir hér í tvisvar sinnum á stuttum tíma. Kemur langur bolti fram. Sigurjón skallar hennar upp í loftið og Hreggviður setur hann út af. Já, ekki hvort þetta skilaði sér heim, en þannig heyrðum við skilaboð frá Jóni þjálfara til Jóhannes af Valla að þeir væri að falla of snemma tilbaka, að hleypa þeim í rauninni óþarlega nálægt markinu. Þetta sé Skugg sendur tilbaka þarna á Arnleif frá Indriða og innkast. Jóhannes Val með langan bolta fram, skalla frá Sigurjóni Má. Sendingin upp í hægra hornið, allt og löng og fer aftur við endamörk. 12 mínútur liðnar, í rauninni hvorugt lið með neina yfirhönd í leiknum. Nei, svona... það er eftir eitt færi sem er algjört döðafæri og svona 2 fyrir 1, 2 döðafæri í einni sókn. Það má segja það. Díuk tekur vel við boltanum á Hogg sem að setur hann upp í hornið. Jón Gísli er á undan Díuk hérna. Finnur Átna Marino, jafn vígur á báða fætur. Gísli gerir þetta vel. Tilbaka á Shortout Junior sem að sendingu hérna bara út í bláinn. Einnig verða að leika í þriðju deild karla sem að kemur okkur nú við hérna á Skaganum. Víðir er að taka á móti KFS, það er staðan 1-1 þegar að síðari hálfleikur er kominn vel á stað. Heyrðu hér, nei, eins og Indriði, sendingin frá Indriða ekki nógu góð. Hreggviður tilbaka á Safi. Hann er ekkert að bíða eftir pressunni, setur hann langan út til vinstri og út af. Hákon inn á Indriða. Við sjáum að Njarðvíkurliðið fellur töluvert djúpt. Sjáum hérna framherjana einhverja 5 metra fyrir aftan miðjuhring. Já, þetta er náttúrulega vopn Skagamanna eru náttúrulega ekki síst kannski hraðinn á vængjónum og við höfum séð lið gera þetta í sumar að reyna að slá þessi vopn úr höndum Skagamanna. Já, og það er Skagamann að leysa það. Já. Og snerting þarna, já, Gísli snertið hennan.
Við vantar kannski við þessar aðstæður að vera duglegur að koma Arnóri Smárasyni í boltan. Já. Rángstaða? Nei, háskaleikur þarna á Hogg. Ég held að það væri ekki háskaleikur ef hann fer í mannin. Ætti ekki vera óbein aukaspyrna þarna. Fer í hann þarna. Krafsaði aðeins í hendina á honum. Það aukaspyrna á fínum stað. Þetta er óbein aukaspyrna eins og við sjáum á. Kemur boltinn inn á teginn og það er Indriði Þorláksson með bakfallspyrnu þarna með vinstri. Já. Sem hann siglir yfir markið. Fallegur bolti hjá Arnóri. Það var ágætis tilraun. Og Indriði þarna í rauninni á auðum sjó. Hún ágætlega fjölmennt í brekkunni. Já, já. Það hefur engin efni á að fara neitt eftir írska daga síðustu helgi. Nei, ég segi svona Gísli tilbaka á Arnór lyftur þessu inn á teginn. Viktor missir á honum. Ingi leggur hann út á Arnleif og hans skot hittir ekki á markið. Arnleif er búinn að skora 1 úr bakverðinum í þessum velli í sumar, það er ekki rétt hjá mér. Jú. Og leggi upp 2. En Viktor er langmarkaðistur með 8 og svo koma nokkrir með 2. Það er að koma mörk úr ýmsum áttum. Indri reynir að finna Viktor, gengur ekki. Hákon sterkur þarna. Arnór með fína snúning hérna og brotið á honum hérna. Þjálfarinn Njarðvíkingar auðvitað Arnar Hallsson. Jón Þór Hauksson að sjálfsögðu í brúnni hjá IA. Hákon út á Steinar sem er komin hérna út hægra megin. Vinnur innkastið, snöggur að taka það á Gísla. Tilbaka á Arnór, hann á Steinar. Steinar reynir að komast upp í hornið. Gerir það nú á endanum og vinnur, nei, vinnur ekki neitt. Ég held hann að vera að fá hornspyrnuna þarna. Djúk, Jón Gísli vinnur á hann og boltan. Væntanlega er svona dagsskipunin hjá Njarðvík að reyna að verja þetta stig sem komu með hérna á Skagan. Ég held að við hórum bara akkurat á hvernig staðan er á vellinu þessa stundina. Það gefur manni ákveðna vísbendingu það. Þeir myndur alveg sennilega villast í hér. Hogg fer hérna í bakið á Indriða. Já, allavega sem sagt þeir ætla ekki að selja sig ódýrt, sko. Nei. Það var það Gísli á Steinar. Og gerir þetta vel, vinnur hornspyrnuna. Já, þetta er sennilega fyrsta hornspyrna Skagamanna í leiknum eða eitthvað. Eða önnur. Segir nokkuð. Ég held að þetta sé fyrsta. Já, geti verið. Þetta er 90 mínútna leik. Og það er Arnór Smára.
Boltinn inn á teiginn, Viktor missir á honum. Ingi gerir þetta frábærlega. Ingi síðan með hann inn á fjær og þar er Jóhannes Val með skallan en þetta er framhjá frábær sending frá Inga. Ágætis færi sem Val var þarna í. Ingi gerir þetta virkilega vel. Virkilega. Eitraði bolti. Ég vil eiginlega bara að Val gerir betur þarna. Þetta er eiginlega bara hárnákvæmur bolti og hann er einn þarna í teignum. Hvað hann átt að gera, hvort hann átt að skallan út í teiginn eða eitthvað svoleiðis. Það var þröngt færi, þannig séð. Það var það sko. En allavega að gera betur. Hann veit hann sjálfsagt sjálfur. Já, það er ég nú. Kemur langur bolti fram með Jóhannes. Val er snöggur. Á undan Díuk í boltan. Átni síðan fram. Vinstri kantinn. Grimmir hérna fram með, það má ekki vera mikið einbeitingarleysi á Skagamönnum. Þeir sækja hratt fram. Víðismenn konur í 2-1 gegn KFS. Driði og brotu hér á Steinari. Já. Ég hugsa nú að Hogg ekkert mörg brot inni í viðbót sko. Nei. Jóhannes á Indriða út á Hákon. Þurfa Skagamenn alltaf að vera þolinmóðir þegar Njarðvíkingar gera þetta. Ingi sterkur þarna, nær að finna Viktor. Arnleifur síðan gengur ekki en Indriði frábærlega gert hjá honum. Öðrum ólöstuðum, kannski einn af svona bestu mönnum í sumar hingað til, Indriði Áki. Ég hugsa að það sé alveg óvænt að segja það. Indriði er hann að opna hérna hægri kantinn. Ingi með fyrirgjöfuna og það er skot af varnarmanni og aftur fyrir Steinar sem átti skotið. Skagamenn hafa nú verið að skapa sér færi hérna, það vantar ekki. Já, og Ingi er... Hann er komið feskur inn í liði. Fyrir að Alex Bergmann sem að kastaði sér fyrir þennan. Alex Bergmann, hann er nú með sterkar skagatengingu. Kemur sendingin Safi út úr markinu og gerir þetta frábærlega. Já, útskýrðu nú. Pappa sýttir Arnar Bergmann. Gunnlaugsson. Það er bara svoleiðis. Já, þannig kemur Bergmanns nafni. Já. Þá koma Njarðvíkingar í sjaldgæfan sókn. Díuk lyftur þessu inn á teiginn og Jóhannes Val sem að næra skallan frá hérna. Ingi rólegur. Arnleifur hérna hafði meiri tíma heldur en þetta og Alex Bergmann kemst upp með það. Já, bara leggjast hérna ofan á Viktor. Hauks fram á Róma og Viktor. Reynir að komast fram í Jóhannes Val, gengur ekki en vinnur hornspyrnuna. Fyrri hálfleikur hérna réttur rúmlega hálfnaður. Njarðvíkingar vel inn í þessu leikan þá. Þéttur pakki í kringum Árna Marino þarna inn á marktegnum. Hotspinnan og boltinn er laus í teignum eða hvað reynir kemur Jón Gísli Eiland sem er brotið á hér og þá er fyrsta spjaldið. Það er Díuk sem stöðvaði þessa röðu sókn. En mögulega bara skynsemi hjá honum að gera það. Já. Þetta taka eitt fyrir liðið eins og maður segir. Ómar Díuk fyrstur í bókina.
Kemur Jóhannes með langan bolta hérna yfir til vinstri, nei hægri, gengur ekki. Díuk. Sendingi frá honum beint í Steinar. Kemur svo langur bolti fram. Jón Gísli gerir þetta vel. En það vantar kannski örlítið meiri hugmyndaauki í Skagaliðið. Já, má nú gera ráð fyrir að völlurinn sem var nú vökvaður hérna ágætlega klukkutíma fyrir leik að hann þotni og þá hægist náttúrulega á öllu. Steinar út á Gísla. Gísli lyftur þessu inn á teiginn. Viktor ræðst á það, nær að komast í boltan og þeir hreinsa þetta frá. Viktor alveg svakalega aggressífur sóknarmaður. Það algjörlega hans. Átti mitt spjall við einn markmann daginn. Sagði að það væri bara komið að hann var ekki hræddur við neitt. Þetta væri bara eins og miljón fyrir fram með sig. Já. Og sem ótrúlegt út að hann hefur kinnbeinsbrotnað og allt það verðist ekkert. Það verður ekkert róa. Nei, ekkert róa. Að ráðast á boltan. Já, það hefur mér þótt mjög áhugavert. Já, oft verða menn svona passasamir, hefur búin að meiðast og allt svo leiðis. Það bara verðist ekkert slá á hann. Arnór. Þessa spyrnu inn á fjársvæðið og hvað boltinn dettur í teignum og Safi stekkur á hann. Það var stór hættulegu bolti. Já. En því miður datt hann ekki fyrir neitt Skagamann hérna fyrir fram á markið. Arnleifur með fína móttöku hérna. Arnór. Arnór á Steinar. Steinar á Viktor. Viktor ennþá með hann. Kemur honum á Inga. Ingi nær að taka með sér. Setur hann fyrir markið. Og víti. Og Rangstad dæmt á Inga Sigurðsson. Ok. Annars hefði Skagamenn fengið vítið þarna. Alveg klár. Ef ekki. En Ingi fann fyrir þessu. Já. Það var ekki þægilegt. Sjáum hérna. Þetta hefur nú ekki. Þetta er svaka högg sem hann fær hérna. Ef við getum kannski séð þetta einu sinni enn. Séð þetta einu sinni enn hérna. Það verður svo sem ekki neitt í stöðu held ég. Nei. Þannig að við erum ekki kannski hæfir að meta. Það er bara þjálfari Arnar Arnór. Þetta er rosalega tæp rangstaða ef að þetta er rangstaða. Þannig að hefum vel að þurft að sjá kannski náum því á eftir kannski einhvern tíðan þegar að en við því hvort að legglífin hvarf af hægri fætinum á honum Inga, hann er alltaf að sokkurinn hansi lágt hjá honum. Jóhannes Valls kallar þessu fram á Arnór en Kenneth Hogg tekur hann niður tilbaka á Jordan Junior. Koma á Viktor. Fyrir að finna Gísla, gengur ekki. Torres tilbaka á Jordan Junior. Gísli. Arnleifur brýtur á honum. Og þá er það Njarðvíkingar sem fá aukaspyrnu hérna á hættulegum stað. Atli Magnússon. Þetta er náttúrulega tækifærin sem að Njarðvíkingar heldur betur vilja hlýtur að vera. Óskar Atli með boltan fyrir markinn á fjær og þarna er það já, það var Alex Bergmann sem átti þennan skalla. Og en framhjá vantar ennþá markið innan leik. Ekkert mark komið í Þorlákshöfn ennþá. Það var svona tætt að vera hættismark.
Hákon vinnur vel inn á völlin hérna, en þá opnar svæðið hans hérna. Viktor með skotið yfir markið. Já, hérna skildi Hákon eftir sig allt þetta svæði og Díuk vissi það greinilega upp á hár. Þetta skot alls ekki svo langt yfir. Förum að þurfa að fá markið í þennan leik. Já, það væri áhengum breyga það skilið. Já, meðan að Njarðvíkingar halda hreinu að þá eflast þeir náttúrulega eflist sjálfstraustið á þeim að þeir sé að fara að fá ná úrslitum hérna. Segir svo náttúrulega sjálft. Steinboltinn inn á Inga. Ingi fyrir í árásina á Gísla, reynir að koma honum inn á teiginn, gengur ekki. Frábærlega gert hjá, nei, þetta var ekki mikið. Það var kannski hendurnar í bakinu sem að skópuðu þetta. Arnleifur leitar að Viktori, finnur hann tilbaka á Arnór. Hann færa boltan hratt hérna, Steinar út á Gísla. Gísli hrekkuðu til varnar, Gíslis kemur honum inn á teiginn. Þetta er hreinsað frá beint á Arnór sem að reynir að lyfta honum inn á teiginn, gengur ekki. Og Torres síðan með hreinsunina. Óskar Atli pressar. Það skilaði nú því að Njarðvík vinnur boltan, en Indriði kemst inn í þessa sendingu. Steinar tilbaka á Hákon. Hákon, tæpsending, Arnór fær ekkert fyrir sinn snúð þarna og hér kemur bara skot frá miðju. Díuk sá að Árni Marino var framalega í markinu. Áhugaverð tilraun. Já, þetta var það. En skotið var ekki nægilega gott. Nei. Steinar vinnur þennan, finnur Ingi á Viktor, Gísli með smá plássir í fram að segja, biður hann, fær hann hérna, kemst fram hjá einum, fyrir skotið af varnarmanni og aftur fyrir. Þetta var vel útfærð sókn. Já, og mér finnst gaman bara vera að útfæra sóknir sína bara ágætlega í þessu fyrirháleik og eiginlega bara, já það er svona líkur í loftinu, mark, verður maður að segja. Já, enn og aftur er hérna Sigurjón Már að komast fyrir þetta. Og Arnór með hornspyrnuna. Lárbolti að þessu sinni og það er þessi fer af Jóhannesi Val sannlega og aftur fyrir. Það hafa verið svona eins og færið hans Viktors, þessi 2 færi, dauðafæri og eins og við sögðum það var tæp rángstæðan á Inga sem hefði náttúrulega, ef það hefði ekki verið þá hefði það verið vítaspyrna. Þannig að það er svona, það hefur ekki vantað mikið upp á. Nei. Vel gert hjá Kenneth Hogg hérna, sendi ekki inn upp í hornið, full framalega hérna fyrir Óskar Atla. Sjáum, já, við erum að sjá hérna, sjáum Inga hérna, komin inn á teiginn, þetta er ofboðslega tæft, þarna verðist það vera í línu við Sigurjón, en þessu verður ekki breytt. Nei, og við getum ekkert fullyrt neitt. Nei, við erum ekki ennþá konir með línutekningarnar á hreint hérna hjá okkur.
Það er svona alltaf gaman að því þegar Pepsi-mörkin voru með myndaála lengst utan á velli, voru að teikna einhverja línu sem höfðu ekkert að segja. Já, en Díó að koma sér hérna í góða stöðu. Jóhannes Valnæra rekka tilbaka. Kenneth Hogg fer í skotið og Árni Marino í smá vandræðum þarna. En myndi sjálfur segja hann var með hennar bolta allan tíman. Það var svona óþægilegri hæð. Sigurjón Már vinnur þennan skallafalta. En það maður sé þegar að Skagaliðið sprengir aðeins upp, færi boltan hratt, þá ná þeir að opna Njarðvíkinga. Já, þeir hafa algjörlega. Frábær sending hérna yfir á Arnleif. Arnleifur nær að vinna hornspyrnu. Já, vel gert. En það er alltaf hættan að detta niður á eitthvað hægt tempó þegar að liðið liggur djúpt frá þér og þú sérð enga leið í gegn. Þá er búið að auðvelt að bara spila í öftustu línu og koma langan fram. En Skagamenn hafa nú samt sem hafa fundið þessa leiðir, þannig að þau þurfum ekki alveg að örvænta svo heiftarlega. Maður bara myndi vilja sjá að gera meira því. Já. En hér er fyrsta markið. Það er Viktor Jónsson, hver annar eftir hornspyrnu frá Arnóri. Fun heitur þessa dagana, algjörlega. 9. markið ekki satt? Jú, 9. mark Viktors Jónssonar. Hann er að finna sig vel á þessu tímabili. Já, ég meina Viktor Jónsson hann átti erfitt með að haldast heill tímabil fyrir IA, en hann hefur alltaf verið, þetta er stendur bara og býður eftir sendingunni. Það hafði sitt að segja að við mistum hann snemma tímabils í meiðsli í fyrra. Það hafði gríðarlega áhrif á liðið. Og fyrir svona tölfræði þengjandi manneskjur, þá er það gaman að segja frá því að þetta er 4. stóðsending Arnórs á tímabilinu. Og nei, hér er mistök hjá Skagamönnum. Þetta þurfum við að sjá aftur Árni Marino og verið þetta sennilega. Þarna var junior Indriði. Þarna var eitthvað einbeitingarleysi. Já. Þetta er ekki gott. Gott að boltinn fer af Jóhannesi Val. Já, þetta er samt sendingin á hann var ekki mikill greiði gerður. Nei. Hann var í rauninni ekki aðstöð til að fá þessu sendingu. Nei. En Njarðvíkingar í bara ágætis. Viktor Jónsson var að tilla sér á toppinn yfir markahæstuleikmenn deildarinnar með þessu marki ásamt Arnóri Gauta í afturrætningu með í mörg báðir. Já. Boltinn yfir á fjær, skalla frá að Viktor Jónssoni. Og ég hef þá tilfinninguna að Viktor verði í þessari baráttu gullskóðinni í næstlægstu deild. Já, ég er nokkuð viss það. Það er allavega meðan hann er heill og meðan hann er í þessum gír sem hann er ennþá markalaust í Þorlákshöfn. Kemur kastið inn á nærsvæðið og þessi skalli síðan framhjá. Nú er spurningin hvort að Njarðvíkingar þurfa að koma meira út úr skotgröfunum og það sé akkurat það sem að spilast upp í hendunar á Skagaliðinu sem að vill geta sótt hratt. 6 mínútur eftir að fyrir áleik Árni Marino beint á kollina á Viktori og Gísli fer á stað. Gísli kemst í boltan þarna en hann rekkur tilbaka á SAFI í markinu. Hann er snöggur að finna samherja, vel gert þarna. Díuk. Guður. Á Sjórtá. Junior. Alex.
Indriði leggur þennan bara fyrir Torres. Gísli ákveður að fara í skotið, fer í Arnór Smárásson sýndist mér. Arnleifur lyftir þessum fram. Safi pínu hikandi þarna. Kemur ekki að sög. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Sjördá fram á Díuk. Arnleifur truflar hann. Torres finnur Díuk aftur. Díuk fer í skotið hér beint á Árna Marino. Í hvað umferð erum við aftur? 10. 10. Einn leikur eftir. Já, og það er einmitt heimaleikur líka. Já, 3 í röð. Sunnudaginn eftir rúma viku gegn Vestra. Já. Hérna á Norðursvellinum. Nú, Vestra, já, já. Þannig að það er vikur eiga við eftir að spila. Við erum náttúrulega búin að spila við það, þannig að það er einhver tilfærsla. Já. Bara þurfa að leggjast yfir það. Já. Smá vandir á Steinari þarna. Hreggviður vinnur án boltan. Fín pressa hjá Skagamönnum og Njarðvíkingar komast ekki út. Við höfum ekki spilað á móti Gróttu eða það? Ég held að það sé rétt hjá mér. Já, líklega er það rétt. Þessi aftur fyrir. Já, næstu leikir hjá Skaganum eru einmitt heimaleikur gegn Vestra og síðan þar á eftir eiga þær útileik við Grindavík sem er í rauninni fyrsti leikur í seinni umferðinni. En já, í að Grótta. Það var ekki góð hornspyrna á Skagamönnum. Já, að taka við 3 útileikir eftir. Svolítið skrítið skipulag. Já. Eða mótorstjórnir að hlusta. Já. Það er... Já, það var ekki spila á Akranesvelli aftur fyrir einhvern tímann í ágúst. Já, þannig að Dino Hodzic getur... Já, maður getur að slaka á hér. Nostra við hann og... Bara sumarfríu. Kemur skot af löngu færi, sætta sig við hérna skotina fyrir utan teig. Það eru kannski svolítið óþölumóðir að klára sóknirnar. Já. Já, leikurinn við Vestra er í 12. umferð leikur í á Gróttu sem á að vera í... Hér eru Skagamenn að... Safi að verja hérna. Þetta var vel gert í Skagamönnum. Var ekki Steinar sem átti stungusendinguna þarna inn fyrir... Sjáum þetta aftur. Frábært hlaup hjá Gísla Laxdal hérna. Frábær sending, það er allt gott við þetta nema hann er ekki að læða honum fram hjá Safi. Nei. En það er eiginlega, ég ætlaði bara ganga svo langt að segja að þessi undanfarni leiki frá Steinari eru bara þeir bestu sem ég sé frá honum bara held ég. Ég held bara tek undir það. Það er alveg unun að horfa á hann. Og einmitt miðjan með hann og Arnór þarna fyrir framan Indriða og vera með mann eins og Indriða fyrir aftan sig. Já, sem gefur þeim meira fyrir. Já, algjörlega. Þetta hlýtur að vera svona með sterkari miðjum deildarinnar. Hef ekki svo sterkasta. Ein mínútu uppbótartíma segir
aðstóðdómarinn. Ingi á Steinar leggur hann út á Inga, Ingi með fyrirmarkið, þarna hefur hann alveg mátt skjóta Indrið síðan í skotið en það er yfirmarkið eða framhjá. Ingi búinn að vera sprækur þarna. Mjög sprækur. Að búa til. Diouk gríðarlega sterkur. Já. Með baki í markið. Torres kemst fram hjá Arnleifi, ekki fram hjá Jóhannessi. Boltinn dettur þarna fyrir Roma og Viktor. Það var síðasta færi hálfleiksins. Þessu hornspyrna gerir ég ráð fyrir. Já. Mikilvægt fyrir Skagamenn að verjast þessu hérna en yrði rosalega sterkt fyrir Njarðvíkinga að fara inn í hálfleikinn með jafnastöðu og geta haldið sig við síst leikskipulag í rauninni. Kemur spyrnan inn á fjær og það er skallamarki og hann lekur framhjá og hvað er það bara flautað af? Ég held að það sé að vera leiðin inn eitt augnablik. Það var ekki langt frá því, sá nú ekki hver átti snertinguna og þéttur pakki þarna. Jú, það er hérna Roma Viktor sem á þennan skalla rétt fram hjá markinu en það var Viktor Jónsson sem skoraði mark í að staðan 1-0 hér í hálfleik á 37. mínútu. Ég held að Njarðvíkingar geta nú ekki verið ánægða með þetta mark. Nei, hann stendur þarna bara á... inn í markteig. Já. Já. Og stekkur ekki eins og upp í boltan en frábær sending hins vegar frá Arnóri. Já, og vel klárað og það er ekkert út af það að setja það. Nei, en já, við tökum okkur pásu líkt og aðrir og komum hérna með síðari hálfleikinn eftir það bil 15 mínútur. Ekki fara langt.
Já, komið sælir aftur áhorfendur góðir. Það framundan síðari hálfleikur hérna í Njarðvík, staðan 1-0 í hálfleik og já, við ætlum kannski að nýta tækifæri núna og benda á hinnar rándýru vökunargræður. Já, þetta gerist ekki dýrara sko, Daniel Ingi hér með myndaslaukuna. Já, þetta algjörlega frábært. Þetta svolítið frumstætt. Já, þó hann hafi leikið sér síðasta leika, þá var hann ekki lokið hlutverki sínu sem skagamaður. Nei. Það gott að sjá að menn eru látnir, hann örgulega bóðist til þess að gera þetta. Já, þetta er mikill skagamaður. Já, en virkilega skemmtilegt að sjá. Og við vorum með hérna einhverja pælingar, við vorum að pæla í Gróttuleiknum hérna áðan, okkur hann, en mér bent á það að hann átti að vera núna í vikunni, en nú var frestað út á U19 mótinu eins og þannig að þess vegna fer hann fram síðar. Já, akkurat. Staðan 0-0 í hálfleik hjá Ægi og Afturhaldningu í Lengjudöldinni. Ég held að það hljóta að vera ágætisfréttir fyrir Skagamenn og auðvitað fyrir Fjölni sem að situr í öðru sætinu. Maður sér nú samt ekki Ægismenn halda þetta út. Ég veit nú að við getum það með að við hvernig gengi hefur verið hjá Afturhaldningu. Já, akkurat, og svo sem gengi hjá Ægi líka. Sitja nokkuð samfærandi í neðsta sæti, en þeir hafa svo sem ekki verið að tapa stórt. Nei, alls ekki, og bara, já, og verið þess að seinti leikjum stundum, sko. En já, við hérna kannski ættum líka að leiðrétta eitt sem að marg endurtókum hér áðan. Já, að það var ekkert Arnór sem að tók hornspyrnuna, heldur var það Steinar. Og þá hann komið með Þorsteinsson, hann þá komið með, hvað vorum við að segja, 7 stóðsendingar. Hann hefur komið að 8 mörkum, annarkvort sem markaskorari en engar breytingar á liðunum og leikurinn er hafinn hér í síðan. Og ekki á veðrinu heldur? Nei. Það er ennþá gott. Arnór, sjáum að Gísli og Ingi byrja öfugt við það sem byrjuðu leikinn. Kemur langur bolti fram og Díuk í kapplöpu við Jóhannes Val. Jóhannes Val hefur betur og skýlir boltana vel. En liðið Skagamanna þannig skipað í markinu Árni Marino. 4 manna línu Hákon, Jón Gísli, Jóhannes Val og Arnleifur. Á miðjunni 3 manna miðju Indriði Áki, Arnór Smárason og Steinar Þorsteins. Út á köntunum Ingi Þór hægra megin og Gísli Laxdal vinstra megin og Viktor Jónsson í 9. svokölluðu. Hjá Njarðvík er Valid Esafi í markinu. Í vörninni Alex Bergmann Arnarsson, Sigurjón Már Markússon, Gísli Martin Sigursson og Hreggviður Hermannsson. Framar á vellinum er síðan Óskar Atli Magnússon, João Ananias, Jordão Junior, Kenneth Hogg, Ómar Díuk frammi ásamt Rafael Alexander Roma og Viktor. Oliver James Killer Torres líka hérna á miðsvæðinu. Þegar hún komin á markvörð Njarðvíkur og hann á erfiðari hálfleik framundan en hérna Skagamarsmaðurinn í fyrri hálfleik og ég ætlaði líka að segja hér var ekki hendi ef að annarkor hérna hefði ég haldið að annarkor það fer af hendina já ég segja að annarkor þetta brotið að hendi myndi ég halda já en hornspyrna dæmt. En ég hef margótt búinn að segja það í sumar og á þessu ári reynilega í útsendingum að sko ég kann ekki lengur þessar reglur með hendina. Þarna er hendin í mjög ónáttúrulega stöðu, hann er bara með hendin upp í lofti, annarkvæmt dæmi eru brotið hendi, það er bara, þannig er það. Akkurat, Njarðvíkingar með hornspyrnu, Indriði skalla frá, Sjórda og boltinn aftur inn á tegin, Steinar skalla frá. Njarðvíkingar halda pressunni, Gísli Martin. Skiptir yfir til hægri. Góð móttaka, nei, þessi var ólangur fyrir Jordão Junior. Nú er forvitnilegt að sjá hvort að leik áætlun Njarðvíkinga hefur breyst hérna fyrir síðara hálfleikinn. Þeir eru alltaf fjallu mjög aftarlega. Ekki það, þeir voru alveg að ná að ógna
Já. Þannig að það er kannski engin ástæða fyrir þá til þess að breyta mikið. Við höfum verið hættulegir með voru að spila mikið langa bolta fram á þá Róma og Viktor og Ómar Díuk og voru hann að skapa auðstæðin. Já, þeir náðu nefnilega mitt að gera það, að gera sér mat úr nokkrum stöðum, sko. Þannig að það er brothætt staða fyrir Skagamenn enn sem komið er, þegar ég held að þeir þurfa nauðsynlega að fá þetta annað mark í. Já. Gísli. Jóra Sval. Sendingin frá honum. Lesin og boltinn tilbaka á SFI. Með langur bolti fram, Díuk sterkur hérna. Hér eru þeir bara komnir inn að teig eftir markspyrnu og Róma og Viktor með skot sem betur verið Árni Marino var vel vakandi fyrir þessu. En þetta er bara leið 1. Já, þetta er ekki góður varnarleikur hjá Skagamönnum og þetta er bara stór hættuleg staða. Já, fjallu frá honum hann að Árni reynir sömu uppskrift og gengur ekki. Þetta er nefnilega að þeir hafa náðu að skapa sér þessi færi, sko, og það er bara áhyggjuefni fyrir Skagamenn. Það er Hákon sem hann er að vinna þennan skallabolta. Kemur sendingin inn fyrir Torres eldir, en Arnleifur og undan setur hann tilbaka Árna Marino sem að hreinsar hann út af. Smá vandræðagangur hérna til að byrja með. Skagamenn ekki alveg mættir í síðari hálfleikinn. Svipað eins og mér fannst þeir gera móti Þór, þó að sá leikur hafi á endanum verið frábæra, þá voru þeir frekar daufir í upphafi síðari hálfleiks. Staðan var einmitt 1-0 í hálfleik þar ef ég man rétt. Og en þeir náðu nú aldrei þess að hressa sig við og leikinn á endanum 4-0. Heyrðu hvað Arnar Hallsson þjálfari? Nei. Hann sagði, það var búið að dæma hann að boltan út af. Hann muldraði svona, skoraði samt. Já. Og það hann gaf hann á markmann Skagamanna. Já. Það er eitthvað sálfræðilegt grunnlega. Steinar tekur boltan niður, tilbaka á Indriða. Indriði fram á Arnleif. Hákon með fullt af plássi hérna áti hægra megin, fær boltan. Móttakan aðeins svíkur hann hér og fyrir gjöfin verður þar að leiðandi ekki gott. Hákon vinnur boltan löglega mati dómarans. Arnór út á Arnleif. Ára Gísli Arnleifur fer utan á. Færin hér. Arnór. Greif, hann ekki yfir á Hákon. Hann út á Inga. Ingi átti fína leik henni fyrir að leik. Já, bara mjög góðan. Sendingin á Indriða ekki góð en Arnór hirðir hann, kemur með hann í fyrsta inn fyrir góð hugmynd þarna en framkvæmdin ekki alveg nógu góð. Jón þá bara komin að stuttir á bólinn, sko. Það er nú ekki algengt að þjálfarar það er svo gott viður. Það er alveg rétt. Hefur ekki verið þannig. Indriði á Jóhannes.
Spurning hvort að Skagamenn þurfa reynilega bara annað mark til þess að í rauninni bara drepa þennan leik. Hvort að, maður veit ekki hvort að Njarðvíkingar hafa kannski karakterinn í að standa það af sér með að við hvernig gengi hefur verið. Jón Gísli gerir þetta vel hérna. Þeir eru nú ekkert auðveldir við að eiga framherja Njarðvíkinga. Jón fram á Inga, hann tilbaka á Hákon. Arnór vill fá hann, fær hann. Jón Gísli fram á Inga, Hákon tekur hlaupið. Þessi er inn á, Ingi. Steinar ætlar að snúa þarna brotið á honum. Þetta sé alveg hárréttur dómur. Það þarf ekki hvart undan þessu. Einungis eitt gult spjald komið í þennan leik. Já. Það var Ómar Díuk sem að fekk það hjá Njarðvíkingum. Nú er það Arnór sem tekur spyrnuna. Hann var það alveg á hreinu. Njarðvíkingar allir til varnar. Kemur fastur yfir á fjær. Indriði kemst í boltan en skallar hann framhjá. Ágætis skalli. Mér hefur fundist það mitt í þessum föstu leikadröfum að spyrnumaður og skallamaður hafa náð að tengja hann sér oft. Já. Hjá Skagamönnum í þessum leik. Einu sinni fengi mark úr því. Arnór snýr hérna fram og tilbaka. Steinar með smá plás til hægri á Hákon. Hákon út á Inga. Það er aftur. Indri. Í rauninu þrýsta Njarðvíkingunum bara dýpra og dýpra hérna. Jóhannes á Arnór. Arnór lyftir þessu inn á Inga. Frábær móttaka hjá honum út á Hákon. Það er einmitt að láta og halda fram að þurfa að færa sig hérna en þarna kemur miklum sending. Hogg. Torres nær að taka hennar niður. Finnur Gísla, fær hann aftur og brotið hérna. Þarna hlýtur að vera aukaspyrna en ekkert dæmt. Þetta var klárt brot á Val þarna, en ekki dæmt. Koma Skagamenn í staðinn. Gísli út á Arnleif. Arnleifur kemur boltanum fyrir. En Alex ekki langt frá. Gísli fyrir skotið og Safi með fína markvarslu þarna. Getur skot. Langur bolti fram. Frábær móttaka hjá Róma og Viktor. Gerir þetta vel. Út á Hreggvið. Hreggviður inn á teginn. Díuk þar á fjärstönginni og Arnleifur í smá. Ég veit ekki hvort hann bjóst við Átnamarinn og þarna. En kemur þessu frá. Og hotspyrna sem að Njarðvíkingar eiga. Við erum búin að eiga nokkrar. Og þeirra uppskrift er einföld. Þeir fylla markteginn.
Afturhelding aldeilis búin að kveikja á sér í síðari hálfleiknum. 2-0 staðan þar eftir 10 mínútur í síðari hálfleik. Virðist ekkert ætla að geta stöðvað sigurgöngu þeirra í lengjudeildinni. Taka þær þetta stutt. Kemur síðan boltinn út í teiginn. Dettur dauður í teignum. Skagamenn í smá vandræðum. Ingi síðan brotið á honum. Þetta var ódýrt. Ég skil okkur. Nei, hvað? Hérna eru 2 guðlega. Hann sá ekki hér sem gerist út á velli. Nei. Held ég. Við ekki hvort að við sáum það. Kannski sáum við það á myndavélinni. Mögulega. Þetta er líka guðspjald og þann sem hrindi Inga, þetta sýndist mér. En ég held bara að enginn hafi séð það sem... Sjáum þetta hérna. Og ég skil reiði þeirra. Það held ég ekkert á þetta brot. Nei. Á Inga, en... Já, við sjáum ekki... Já, það er Óskar Atli sýnist mér sem að hleypur í veg fyrir hann annað, en... Það var alveg klárt guðspjald hér annað, en eins og ég segi, það er fókusin var á þessu sem var í gangi. Já, hvort þetta var brotið ekki, það er alveg rétt hjá þér. Ég nefnilega held að þetta hafi ekki verið brot á Njarðvík, þarna inn í teig. Þannig að ég skil ákveðnu leyti, en menn verða að halda hausand sem aður, þótt að finnist eitthvað ósanngjarnt. Já, en annað gula spjaldið, á loft. Hákon nú svo sem búinn að vinna sig inn fyrir þessu gula spjaldi í þessu leik, en átti hérna 2-3 brot í Torres. Miðst Njarðvíkingar vera að koma mjög ákveðnir inn í þennan síðari hálfleik. Óskar Atli hliður í skotið og fer þetta varnarmann eða hvað, nei, hann slæsar hann bara og þá er skipting, tvöföld skipting hjá Skagamönnum. Hlynur Sævar og Ármann Ingi. Grunar að Hákon á þess að vita, en hann hefur náttúrulega ekki spilað mikið síðustu mánuði. Já, Hákon kemur á velli. Og Ingi. Þá gerir ég nú ráð fyrir að Jón Gísli fara út í bakvörðin og Hlynur Sævar. Já, ég gerir ráð fyrir því. Og Ingi Þór Sigurðsson kemur á velli. Skipting að báðir er að koma inn í liðið aftur eftir meðsli, Hákon og Ingi. Já, 60 mínútur. Þetta er bara mjög greinilega fyrirfram ákveðið. Já, það er mjög líklegt. Nánast upp á sekundu hérna. En já, Hlynur Sævar kominn í miðja vörðina, eins og ég bjóst við að liðið er sett upp hér fyrir leik. Já, það er alveg rétt. Það er ekki, Jón hefur nokkið mikið verið í hafsend. Nei. Spilnir út til vinstri, Arnleifur kemst undir hann. Og Viktor enn í baráttunni, Indriði á Viktor. Viktor missir hann, vinnur hann aftur með hendinni samt. En Njarðvíkingar eru aldeilis búin að hressast við hér. Já, þeir eru bara jafnvel líklegri eins og staðan er núna, sko. Díuk vinnur skallan, Hlynur hreinsa frá. Þar er Viktor mættur, hann er nú ekki síðri í þessari stöðu. Jón Gísli með góða vörn þarna. Og Njarðvíkingar eru farnir að verða pínu pirraðir, já. Safi með tæpa sendingu þarna, en hann bjargaðist. Rekkviður. Já, Jón vill fá þá í pressu. Njarðvíkingar leysa þetta ágætlega. Alex með langan fram. Vel gert. Enn og aftur hjá Rómá. Þeir eru helvíti öflugir að halda boltanum hann í fremstu línu hjá þeim. Þetta er bara svo Garðar Gunnlaugsson. Já, algjörlega. Svorta á Díuk. Út á Rekkvið. Rekkviður kemur þessu yfir á fjær, en þar er Arnleifur fyrstur manna á boltan. Og hreinsar þetta frá og út af. Það hefur verið gaman að sjá Ármann komið inn í liðið, bæði í fyrra og núna. Hann er enn svolítið viltur leikmaður. Það
koma. Það er mikið fyrir augað. Það er þá, það hefur verið mjög afar. Hann til dæmis fiskaði hér víti á móti Þrótti eftir að koma inn á og hann veldur oft miklum usla sko. En það er kannski helsta að hann er kannski ekkert alltaf fylgir skipulaginn ekki alveg fullkomlega oft. Nei, það kemur. Og maður heyri hér upp að er Jón svolítið að stýra honum hvað hann eigi að vera. Já. Jón kastar þessu fram. Njarðvíkingar vinna hann. Viktor vinnur hann fyrir Skagan. Indriði vinnur sér innkast. Þetta er einmitt Jónas gaman aðeins. Viktor fær hann hérna beint úr innkastinu. Gísli í skotstöðu. Fer í skotið! Hættir af stönginni og framhjá. Stór hætta bara upp úr innkasti hérna hægra megin. Hérna slökkti vörnin aðeins á sig. Viktor algjörlega einn. Og Gísli þarf ekki að láta bjóða sig þetta. Tvisvar fínasta skot. Gísli búinn að skora 2 mörk á þessu tímabili. Ég veit að margir bjuggustu meiru af Gísla Laxdal á þessu tímabili. Já, hann hefur samt verið að stíga upp í undanförnum leikjum, þykir manni. Já, ég er sammála því. Byrjaði mjög hægt þetta tímabil. Talandi Gísla, hann á miklu spretti hérna. Það er rosalegt þegar hann fer á ferðina. Þá er enginn sem getur átt við hann. Nei. Njarðvíkingar leysa þetta hins vegar vel. Árni Marino komin út úr markinu, hittir á samherja. Ármann tilbaka á Indriða. Indriði finnur Ármann aftur. En Ármann missir boltan út af. Það er aðeins að opnast. Steinar Arnleifur kemur utan á hann, fær hann hérna, kemur boltanum yfir á fjær, aðeins og langur bolti yfir Ármann. Arnur Gauti Ragnarsson búinn að skoraði fyrra mark afturheldingar í Þorlákshöfn, þannig að hann er kominn með 10 mörk, kominn aftur fram úr Viktori. Já. Koma Njarðvíkingar. Torres á Gísla. Fær hann aftur. Rekkviður aftur á Sigurjón. Njarðvíkingar að hætta sér hérna framalega á völli með hans í marga menn. Rekkviður og Rómá tekur þetta skrítið innkast frá honum. Alex reynir sendingunni í gegn. Jóhannes les þetta vel. Kemur síðan sendingin út til vinstri og flang fyrir Rekkvið. Gunnaróttur hefur ekkert mikið verið að flauta á svona netta pústra. Nei. Það er ekki mikið verið því. Nei. Torres. Það er ekki að snúa. Eða hvað? Það er lengri leiðina. Rekkvið
Hreggviður með skrýtna sendingu beint á Jóhannes Val. Jóhannes Það var eins tæpur gott að þetta hefnaðist. Já, að klippa Díuk út úr þessari pressu þarna. Arnleifur á Indriða. Það hann aftur. Kemur Arnór. Skiptir yfir á Hlyn Sævar. Þannig að Jón Gísla. Þetta er vel leist hjá skagaliðinu. Steinar vildi fá hann fyrr þarna. Jón á Ármann. Vísir hann. Arnór með nógan tíma hérna. Arnór á Viktor með frábæra sendingu gegn á Steinar. Hann er ekki rángstæður. Steinar síðan lyftir þessi fyrir og Gísli Laxdal skorar sitt 3. mark á tímabilinu. Frábærlega spilað. Þetta var frábært mark, algjörlega frá A til Ö var þetta algjörlega, þetta var gullmóli. Virkilega vel gert. Þetta samspil. Þetta virðist vera að renna út í sandinn þarna en Arnór þarna. Það var allt og mikið tíma, vel gert hjá Viktori þarna. Sýnist að vera Gísli Og sem bara að gerir í rauninni Steinar rétt staðan þarna. Já, þarna eru komið með mögulega. Steinar bara pottslagur Já. með sína 8. stóðsendingu. Já, þú segir það. Þetta er bara rosalega, þetta er að vera lygilegt. Já. Hjá honum Steinari á þessu tímabili, algjörlega lygilegt, búinn að vera yfirbara maður eftir eiginlega hann kom tilbaka. Og það er skipting hjá Njarðvík. Leikmaður númer 29 að koma inn á, ekki rétt. Býðum við. Hérna er Jón Gísli eitthvað að láta fá einhverja aðhlynningu sko. Já. Býtum við. Það er komin aftur inn á. Það er verið að býða með tvöföld skipting framöndan hjá Njarðvík. Inn á að koma Þorsteinn Örn Bernharðsson nummer 17 og leikmaður nummer 29 sem er nú ekki á skýrslu hjá þeim. Já, lítur hann eitthvað að klikka. Sko, já, Hotspinna. Það hefur nú einn leikmaður heillað mig í Njarðvíkurliðinu hér í dag. Já. Róma og Viktor. Já. Ég bara, það er merkilegt hvað hann hefur náð að skapa með að við í raun. Algjörlega. Það er hérna, ég held að færin hefði ekki orðið eins mörg ef það var ekki öflugur framherji þarna. Og hvernig hann það er að halda boltanum og fleira. Hann virðist vera ansi öflugur. Já. Og Ómar Díuk líka. Já, þeir algjörlega. báðir þarna í fremstu línu taka þetta stutt. Sjórda á. Kemur sendingin inn á teginn. Indriði vel staðsettur. Ármann Ingi á miklum spretti hérna. Gísli kemur þessu út af. Þá kemur skiptingin og það er Gísli sem kemur að velli. Og er það Hreggviður. Einnig Hreggviður Ermarsson kemur að velli og já. Og inn á kemur Þorsteinn Örn Bernharðsson og leikmaður númer 29. Því hvort maður á að gefa sér. Nú þekki ég ekki hennan tæknibúna. Já, ok, já, ég ætla að vera að setja þetta sem hinni voru með á þá. Nei. En leikmaður númer 29 kemur inn í hægri bakvörðinn fyrir Gísla. Og Þorsteinn kemur í vinstri bakvörðinn. Það var að vera að skipta bakvörðina hérna. Hvort að ég ætla að leyfa mér að giska á að þetta sé Hilmir Vilberg Arnarsson sem er númer 28 á skýrslunni. En hef í rauninni ákala lítið fyrir mér í því. Annan tilfinninguna bara. Já. Það er líklegt svona. Misritun. Já.
liggur Skagamönnum nákvæmlega ekkert á. Afturhelding einnig búin að bæta við marki í Þorlákshöfn. 2 mörkum virðist vera, nei, þetta er örugglega prentvillega hérna Elmar Kókic. Já, þetta er eiginlega alveg merkileg hvernig þetta er að spilast hjá. Hérna er og Viktor með skalla í slána. Þetta var slísalegu varnarleikur hérna. Verulega slísalegt, en þarna mátti ekki miklu muna. Já, Steinar Ármann Ingi með gott hlaup hérna, kemst í boltan, nær að snúa á vinstri, setur hann út í teginn. Arnleifur vill væntanlega fara á vinstri, gerir það, fer í skotið, en það beint í Hilmi. Já, ég held að Afturhelding hafi aldrei spilað eftir deild, en ég ætla samt ekki að fullur það. Nei, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Ef að Afturhelding, já, að vera áhugavert þegar ég kemist upp, þegar það hafi verið ofboðslega öflugt yngreflokkastarf þar undanfarin ár. Ef þeir komast upp og ná einhvern veginn að nýta sér þá leikmenn sem hafa verið að koma upp. Já. Það verður mjög áhugavert, sko. Hvort að Afturhelding geti verið lið sem geti fest sig í sessi. Já, íþróttabærinn Mosfellsbær. Já. Það var verið þekktari fyrir handbolta í gegnum tíðina. Jú, það er rétt hjá þér. En hafa tekið sér bara sinn tíma í að byggja liðið upp og eru nú bara ágætlega að því komnir að vera í þeirri stöðu sem þeir eru í dag. Og Magnús Már kenndi við Fótbolta.net, þeir virðist vera að vinna alveg gríðarlega öflugt starf þarna. Já. Gríðarlega sterkur hérna, Díok að sleppa í gegnin Árni Marinn og vel á verði. Velvakandi hérna. Sjáum aftur hérna skallan hjá Viktori. Fer af varnarmanni þarna, þetta er einhver einkennileg. Í rauninni bara óheppinn hérna. Já. Njarðvíkingar ekki að baki dottnir. Díok lyftir þessu. Nú vissum að margir hefðu nú bara reynt skot þarna, virtist vera alveg í skotstöðu. Ósáttur við sig hana. Annar leikur hafinn í 3. deildinni. Ýmir 1, Elliði 0 þegar fyrri hálfleikur er rétt við það að klárast. Sendingin fram á Steinar, frábær móttaka hjá honum. Sendingin fram á við Ármann. Ármann fer á hægri, setur hann út í teginn og þeir ná að koma sér frá. Jón Gísli tekur frákastið, leggur hann út á Arnór Smárason. Arnór yfir á fjær, Indriði fleytir honum áfram á Arnleif. Fær hann aftur. Steinar fer í skotið, en það er fram hjá markinu. Já, Afturheldinga fara bara að styrkja stöðu sína, stækka fórskotið upp í 5 stig á Fjölni. Skagamenn að minnka bilið í Fjölni niður í 1 stig ef að leikirnir fara eins og þeir eru að fara núna. Arnór gerir þetta frábærlega hérna út á Ármann. Ármann fer á vinstri, fer í skotið, en það er frekar máttlítið og vann á leiðinni framhjá, sýndist mér. Safi út á Díuk, Hlynur brýtur á honum. Það er nú ekki gamall bekkurinn núna. Nei. Hjá Skaganum. Já, það er alveg rétt. Það er þeir sem eftir eru á bekknum, það er fyrir utan Dino og náttúrulega bara eitt sem hefur náð 20. Spurning hvort það eru mínútur fyrir þessa ungu menn að koma inn á.
í þessum leik. Hlynur tilbaka á Árna. Boltinn skoppar þarna. Erfitt og brotið á honum hérna og Díuk, nei, hann ákveður að setja hann ekki í markið. Þá fleiri skiptingar hjá Njarðvík að gera sig klára hérna. Kristófur Snær Jóhannsson og Magnús Magnússon að koma inn á, leikmenn númer 22 og 25. Það Torres sem að kemur af velli, Oliver James Kellhart Torres og hver hinn? Það Óskar Atli sem að kemur af velli. Ellefu mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Skagamenn í þægilegri stöðu en mark frá Njarðvík fljótlega gæti hleypt þessu í bál og brand. Að sama skapi gæti mark frá Skagamönnum auðvitað algjörlega klára þetta. Frábær sending út á Ármann, reynir að finna Steinar aftur. Sjáðu kraftin í Steinari ennþá hérna. Og hlýtur að vera dæmdur brotlegur þarna. Nei. Slapp við það. Já, heppinn. Gísli tekur þetta stutt hérna, lyftir þessu yfir á fjær, skalla frá. Skagamenn, þetta vel gert hjá Magnúsi. Finnur Róma á. Sjórn á, sendingin hann ekki alveg nógu góð. Þorsteinn. Út á Kristófer, það hann aftur. Sjórn á Alex. Hilmir. Sigurjón. Ágætlega að spila hjá Njarðvík, hérna ná ekki að opna Skagaliðið hins vegar. Alex að há hann yfir, Ármann skallar þetta niður á Þorstein, nei Steinar. Hlynur á Indriði, Finnur, Gísli út á Arnleif, Indriði Áki, Steinar aftur yfir á Arnór, Gísli á Indriða. Hefur það á tilfinningunni, Björn, að Njarðvíkingar sé að fara að gera einhverja almennilega að þessu? Veistu það, eins og sækir standa núna þá held ég að Skagamenn séu nokkuð rólegir. Já. Mér finnst það svona... Ógnu svona fram að þessu öðru marki Skagamanna? Já, og ég veit ekki, mér finnst svona eftir, ekki allavega... Gísli Laxdal að sleppa hérna í gegn. Vinnur boltan af Alex með frábæra tæklingu og Ármann Ingi hittir þennan illa. Gísli náði að krafsa boltan hann til hans. Þetta var vel gert af Gísla. Já. Þú getur séð þetta aftur, já. Sérna Alex hann að pínu væru kær en gerir síðan virkilega vel hérna. Og Gísli nær að finna Ármann í bara fínum færi. Þetta eiginlega ótrúlegt hversu hátt boltinn fór. Já. En já, það sem ég ætlaði líka að segja er að
mér nú ekki þótt eins og leikur Njarðvíkur hafi orðið nokkuð betari eftir það skiptingar. Nei. Mér finnst það í rauninu að vera hlutirnir hafa... Árni missir að þessum. Díuk reynir skotið Arnór Smárásson fyrir. Arnleifur vinnur síðan boltan. Njarðvíkingar vinna hann aftur. Díuk leggur hann tilbaka. Svart á, lyftur þessu inn á fjársvæðið. Kristófer nær þessum. Jón Gísli vinnur á honum boltan, frábærlega gert, en sendingin frá honum ónákvæm. Viktor var annars með fínt pláss, varnarlínan var framalega. Jón Gísli búinn að vinna hann aftur út á Steinar. Steinar með flottan snúning hérna og vinnur innkastið. Ég kann líka leyfa mér að segja að ég hef ekki séð Steinar Þorsteinsson í jafn góðu formi. Nei, hann er ansið fitt. Auðvitað hefur hann oft verið í góðu formi, en mér finnst það sko áberandi eins og í fjórðamarkinu á móti Þór til dæmis, sem að kemur alveg upp undir 90. mínútu. Spretturinn sem hann tók til þess að bjóða sig í spili með Gísla Laxdal þar. Þetta er virkilega vel spilað hjá Skagamönnum. Indriði inn á tein. Ármann Ingi rétt missir á honum hana. Sendingin á Þorsteini beint á Steinar. Ármann Ingi kemst ekki fram hjá Þorsteini. Það er Hogg. Lyftir þessu fram. Þetta er ágætlega gert hjá Hilmi. Díuk fer í skotið og bombar honum í netið. Þetta þriðja mark sem við vorum að ræða áðan kemur nánast upp úr engu. Þeir eru komin inn í leikinn, það er bara þannig. En Ómar Díuk að kóróna fína leiksinn hérna. Einstaklingsgæðin hann fram á við hjá Njarðvíkurliðinu. Ég held að Skagamenn ættu nefnilega að vara sig á þeim hérna á síðustu mínútunum og þau eru bara mjög mikil. Þetta er geggjað skot. Þetta er bara algjörlega óverjandi ferðin á þessum bolta. Ég hef verið til í að sjá kílómetratölu. En Gísli kominn hérna upp að endamörkum, fer á hægri, vantar hann stuðning, kemur hann á Steinar sem að setur hann rétt fram hjá og af varnarmanni. Skagamenn ætla að svara hérna strax því að þetta er orðin leikur aftur. Sjáum þetta, Gísli gerir þetta vel. Steinar með vel tímasett hlaup þarna, þarf að teygja sig hans í hann en boltinn af varnarmanni. Það er Arnór sem að tekur þessa hornspyrnu. Ægismenn búin að minnka munin líka í Þorlákshöfn. Staðan 3-1 þar. Njarðvíkingar ná að skalla þetta frá. Díuk nær að halda þessu inn á. Finnur Hogg. Indriði vinnur boltan fyrir Skagamenn. Jón Gísli á Jóhannes Val. Jóhannes með síðan langan bolta fram. Hilmir les það. Steinar á Viktor. Arnór á Indriða. Indriði vinnur að finna Viktor. Þetta gengur ekki. Boltin til baka. Vel gert hjá Kristófer hana. Hogg nær að taka niður. Steinar vinnur hana á honum. Steinar reynir að læða honum hérna út á Ármann Inga. Gengur ekki. Þá koma Njarðvíkingar. Þeir konu með smá blóð á tennurnar núna hérna. Þessi sending og framalega fyrir Díuk. Jóhannes Val finnur Arnleif. Indriði á Steinar. Steinar lætur bara vaða upp í hornið fyrir Ármann. En Þorsteinn er á undan. Já, það er
óætt að segja að það sé svona meiri spenna í þessu heldur en maður kærði sig Já. Heldur betur, hér allt galopið. Hlynur sterkur í loftinu þarna, Kristoffer tekur frákastið, langað að skjóta þarna, hætti við, kemur honum út á Þorstein. Þorstein setur hann fastan yfir á fjær en það siglir yfir allan pakkan. Það var einmitt í síðasta leiki á meistaraflokki kvenna sem var hérna heima gegn Álftanesi núna í vikunni. Voru 3-0 yfir og 3-1 yfir þegar 90 mínútur voru liðnar. En sá leikur endaði í 3-3 jafntefli. Já. Þannig að það er allt hægt í fótbolta. Það er vist margoft búið að sýna sig. Og við vonum að við náum að setja myndefni úr þeim leik á YouTube-rásin okkar, svona von bráðar. En það er svona á, það er á markmiðarlistanni hjá okkur. Ármann hlustaði kannski full mikið þannig ég heyrði að það var að kalla á hann að sjá Viktor. Já, en það var svolítið áður, sko. Það moment var farið, þannig að hann hefði ekki átt að... Þess að fyrir langu fram, Hlynur Sævar vinnur undir hann. Sigurjón skalla beint á Indriða. Indriðin er ekki að halda boltanum. Jordá sendi ekki frá honum slök. Ármann setur hann inn fyrir á Viktor. Þetta er aðeins og framalega hvað? Já, Safi. Þá er venjulegu leiktími að renna sitt skeið. Það verður nú örugglega ekki mjög miklu bætt við en það má nú búast samt sem áður við allavega að minnst eftir 3 mínútum. 2 mínútur segir aðstofudómarinn. Það er nú, maður sér það æsjaldnar. Já, það hafa náttúrulega ekki verið neinn meiðsli á leikmönnum sem betur fyrr og Arnar er ekki sáttur við þetta. Nei. 2 skiptingar hvoru megin, eða 2 skiptingar stopp skulum við segja. Já, mér finnst það svona og síðan hvað eru mörg? 2 segi ég. Já. Já, það er kannski að vera 3. Þarna liggur einn skaðamaður eftir. Það er Viktor sem heldur höfuðið á sér. Svo ekki hvað gerist þarna. Nei. Hver veit nema þetta sé reynslan að verkið þarna. Ég vona ekki. Ég er alfara á móti svoleiðis. Já, ég sé ekki. Það var allavega ekkert þungt högg. Já, þetta verða æsilega. Það verður nú aðeins bætt við út af þessu. Það er allavega að vera 1,5 mínúti eftir. Sigurjón með háan bolta inn að markinu. Árni var nú langt út úr markinu og grípur hann. Hann vill bara reka sitt lið fram. Ég veit nú ekki hversu lengi ég má halda þessum bolta. 6 sekúndur. Já, það var eitthvað að fara yfir það. Sú regla er svo löngu dáin. Já. Það þarf að fara að skrifa hana, endurskrifa hana einhvers staðar út í Sviss. Gísli vinnur hornspyrnu væntanlega. Nei, markspyrna dæmd. Ég var nú alveg samfærum. Minnstu hálf mínúta eftir skallar út á Gísla. Gísli setur hann bara inn í svæðið. Hlýtur að vera minnstakosti hálfri mínútu bætt við uppbóta tíman. Þannig að ég held að Njarðvík sé að halda í sína síðustu sókn hér. Já, skagamenn á að reka á tilbaka. Safi kemur með hann langan hérna fram. Nú þarf varnarlínan að vera vakandi, frábærlega gert. Díuk með skrítna ákvörðun hérna. Og þar með væntanlega rennur þetta út í sandinn. Það er líka merkilegt með þessa stóru og öflugu framherja sko eins og við tölum í byrjun. Það hafa ekki verið hávaxnir hafsendar sem hafa mætt þeim hér í dag en þeir hafa leyst það ágætlega, bæði Jón Gísli og Hlynur. Síðan Val líka. Nei, jafnvel kannski þeir hefði getað. Það var svo sem einmitt fengið hjálp framan á frá Indriða til dæmis og þá er flautað af 5. sigurleikur Skagamann í röð í lengjudeildinni.
verðskuldað sigur en í rauninni frábær svona, hvað maður að segja, Njarðvíkingar gáfu þeim alveg leik. Já, sérstaklega undir lokin. Algjörlega. Þetta mark kom, þetta voru einstaklingsgæði þarna í framlínu Njarðvíkur sem hleyptu mikilli spennu í þessar loka mínútur. En ég held að þetta sé mjög sanngjörn úrslit. Manni leið ágætlega fram á 80. mínútu. Já, við skulum kannski rifja upp mörkin. Það var Viktor Jónsson sem skoraði eftir hornspyrnu Steinars Þorsteinssonar á 37. mínútu. Grunsamlega þægilegt þarna fyrir hann inn á markteig Njarðvíkinga og síðan var það Gísli Laxdal Unnarsson sem batt endan hnútina á frábæra sókn Skagamanna sem að hefst í rauninni hér þar sem að Arnór Smárásson tekur við boltanum. Viktor á Steinar gefur sér góðan tíma og finnur Gísla út í teignum. Óbúðslega vel gert hjá liðinu. Já, og, en það var síðan Ómar Díuk sem að hleypti smá svona lífi í leikinn með stórglæsilegu marki á 85. mínútu. Sjáum hérna, fer bara í árásina á Val, býr sér til pláss og þetta minnir bara Tony Eboa. Já, þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt. Þvílíkur hraði á boltanum en já, Björn, þetta gengi Skagamanna heldur áfram að allavega, við erum að ná í úrslit. Framundan eru útileikir. Það er ekki leikið aftur hér fyrir... Jú, býtu, er ekki einn leikur eftir þessar... Það er einn leikur í viðbót fyrir Gjöðu, það er vestraleikurinn. Vestraleikurinn, já, þetta er orðið svolítið þannig að þetta virðist vera að fara að stefna í 3 hesta hlaupum toppsætið hjá IA, nei, þetta afturheldingu Fjölni og IA sem eru svolítið að slíta sig frá öðrum með að við gengið þessara liða undanfarið, en það getur náttúrulega alveg breyst, það er nóg eftir að leikjum sko. Já, en bjuggust nú margir við að Grindavík yrði eitt af þessum liðum sem að væri svona fyrir tímabil. Trúnugjöðurinn að þeir fari nú að spýta hans í lóana, þeir eru náttúrulega með alveg ógnastert lið. Algjörlega, og ég veit ekki hvort að það er staðan 4-1 fyrir afturheldingu í uppbótartíma í Þorlákshöfn, en já, ég er kannski komið tíma á að þakka þeim sem stóða að þessari útsendingu. Snorri Kristleifsson á myndavélinni, Ingimar Elvar Ágústsson sem að stjórnaði útsendingunni, Björn Þór Björnsson, takk kærlega fyrir samveruna hér í kvöld og við kannski leyfum þessum myndum að lifa, en ég heiti Örn Arnarsson og þakka kærlega fyrir mig í bili. Takk í kvöld.